stórleikur á miðvikudaginn, Grímsvík Blika. Þetta verður strembin leik. Já, hlakka bara til stutt sem við spilum á síðast og völlurinn er alveg yndislegur. Rosalega gott spil á hann, þannig það verður bara gaman og við tökum vonandi önnur úrslit með okkur nú. Svona sem leikmaður telur það sér kostur að bara fyrir stutt við spila við eða hvernig svona lítur það dæmið við? Ég held skiptið lengur máli. Ég held að það vantar svona aðeins bæði lið og við kannski líka mista aðeins út kannski frá þeim leik og ég held að skiptið lengur máli. Þetta verður bara tvö lið sem bráðvantar sigur og ég held að það verður bara skemmtilega leikur. Þetta við bara tökum svona alltaf leikin í bikarnum. Hvað svona telur þú að þið þurfið að gera til þess að taka þessi 3 stig sem við þurfum? Skora fleiri mörk en þeir. Og tökum við 3 stig. Ég held að það sé alveg á hreinu. Það var það sem vantaði. Þetta gat fallið báðum megin í bikarnum. Við spiluðum fínan leik fannst mér og það vantaði svona herslumunn. Hann kemur vonandi á miðvikudaginn. Og síðan auðvitað vonumst eftir að allir Þórsára í Reykjavík og annar stað fjölmenn á völlinn og hvetjingur á. Já, við fengum flottan stuðning í síðasta leik og meðlismenn voru flottir og sungu og hrópuðu þarna allan leikinn og það var gaman að því. Takk kærlega fyrir og gangi ykkur vel. Takk. Lárssóli, velkomin. Þar eru leikur á Breiðablik. Hvernig svona leggst það verkefni í? Það leggst bara ágætlega í mig. Það búið að vera ágætis pása milli leikja núna. Þannig að það er bara lagt til. Ef við bara rétt snöggvast skónum yfir hópinn, hvernig er svona staðan á leikmenn? Ég held að hún sé bara óvenjulega góð núna. Menn hafa haft ágætis tíma til þess að jafna sig. Það voru svona búið að vera smá leikjaþörn fram að leiknum móti Val. Menn voru með svona smá meiðsli hér og þar en ég held að menn séu að skriða saman og þetta líti bara nokkuð vel út hvað meiðsli var. Það er náttúrulega stutt síðan að við mættum. Telur að skiptir einhverju máli hvort það sé svona stutt milli að við hefum mættum eða hvernig svona lítur það við? Ég held að sé bæði kostur og gallar. Liðin náttúrulega þekkja hvort annað betur og ég er náttúrulega nýbúinn að spila hana á hverja velli og þannig að menn ætti að vita svona að hverju er ganga. Við vitum að það verður mjög erfiður leikur og það er nokkuð ljóst að bæði lið þurfa á stigunum að halda. Þannig að það býr bara spenntur. Ef við miðum við bikarleikinn, hvernig svona bolta megum við búast við að Blikarnir munu bjóða? Blikarnir er með mjög gott lið með marga mjög góða og sterka leikmenn. Það er mörg að líta á okkur til að stoppa það. Það gekk ágætlega í síðasta leik og kannski sóknarlega sé í fyrri hálfleik voru kannski ekki alveg nógu öflugir en þannig við erum að reyna að bæta það. Þetta voru klárlega mjög erfiður leikur. Og eins og segir, þið náðu svona nokkuð vel að komast bak við vörðinni á Blikum eða kannski náðu ekki alveg að rykka endanútum á það? Já, sérstaklega í fyrri hálfleik þá kannski vorum við ekki alveg nógu beitti fram í. Við vorum ekki á sækjana á mörgum mönnum en við vorum að loka vel tilbaka. Það fór að líða á seinna og við erum aðeins beittari þannig við þurfum bara að halda áfram og varna vinnuna, loka vel vörninni og reyna að sækja aðeins fyrir menn. Og eins og segir, ef við bara skoðum töfluna, þá eru 3 stig afar kærkominn. Já, og mann hefur fundist vera svona stígandi í þessu hjá okkur undanfarna leiki að kannski undanskildum fyrri hálfleik móti Val. Og ég held að sé kannski engin tilviljun að við vorum ekki mætti til leiks á móti Val alveg svo Blikar áttu í vöku að verjast í leiknum og síðar eftir bikarleikin. Það var mjög stutt á milli leikja og þetta var erfiður leikur á móti Breiðablik við erfiðar aðstæður og framlíknum. Alveg eins og bæði liðin sem við og Breiðablik mættum höfðu aukadag þegar spiluðu þetta einum undan. Þannig að þessu svona þetta er búið til afsakana. Þetta er bara svona, þetta er kannski engin tilviljun að bæði við áttu í vöku að verjast í þeim leikjum. En nú er búin að vera góð pása, þannig að nú er tekið að þetta. Takk kærlega fyrir og gangi ykkur.